segi þá fund bæjarstjórnar númer 3466 settan. Fyrir okkur liggur dagskrá í 6 liðum. Þetta er fyrsti fundur ársins og ég bjóða bæjarfulltrúa Tryggva Má Ingvason sérstaklega velkomin á sinn fyrsta fund á þessu kjörtímabili. Fyrsti liður á dagskrá fjárhagsáætlun á Akureyrarbæjar 2019. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar árið 2019, þar sem lagður fram viðauki. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér liggur fyrir okkur viðauki númer 11 fyrir fjárhagsárið 2019. Viðaukinn er gerður vegna 4 liða. Númer 1, styrks vegna endurbóta á bílaplani hjá Súlum Björgunarsveit krónur upp á 1,5 milljón króna sem er mætt með tilfærslu milli hagnaðarstöðva. 2, styrks vegna að upphaf 4 milljónir króna til Súlna Björgunarsveitar vegna óeigingjarns starfs sveitarnar í þágu íbúa á Norðurlandi síðastliðin 20 ár en við samþykktum það hér fyrir jól. Og 3. lagið hækkunar fjárhagsáætlun notendastýrðra persónulegar aðstoðar upp á 45,7 milljónir króna sem er mætt að hluta til með auknu framlagi úr jöfnunarsjóði upp á 19,3 milljónir og öðrum tekinu upp á 400.000 og svo í 4. lagi tilfærslu launa milli hagnaðarstöðva hjá fræðslusviði sem hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðuna. Aukin útgjöld vegna viðaukans eru 30,3 milljónir króna og er mætt með lækkun á handbæru fér og lagður hér fram til samþykktar. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það og orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar að þessu tilefni aðeins að nefna á árinu 2018 voru samþykktir og teknir fyrir 17 viðaukar. Á árinu 2019 eru þeir 11. Og þessir viðaukar, þeir hafa tekið til fjármuna sem nemur 1,1 milljarði. Þetta er bara umhugsunarefni af hverju við stöndum frammi fyrir því að vera að taka fyrir þetta háar upphæðir í sjálfu sér í viðaukum á einu ári þegar við erum búin að gera fjárhagsáætlun. Ég geri mig grein fyrir því að það er eitt og annað sem þarf að kannski að taka inn sem er óvænt, hugsanlegar launahækkanir, við þurfum að taka fyrir viðauka, við erum að færa á milli liða og eitthvað þá verður náð, það er í einstaka tilvikum þannig, en þau eru mjög fá. Ég bara nefni þetta hérna vegna sem ég held og tel að ef við ætlum að ná tökum á rekstrinum, þá þarf einhvern veginn að ná stjórn á þessu fyrir svo utan það að hver beiðni viðauka kallar á 2 umræður í ráði, plús bæjarráði og svo í bæjarstjórn, að þetta tekur tíma. Þannig ég hvet meirihlutann og okkur öll til að draga sem mest úr þessu. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, varðandi þennan liðum viðauka, þá vil ég að sjálfsögðu taka undir þessi orð bæjarfulltrúa Gunnars og sama tíma minna okkur á að við þurfum að, eins og í þessu tilfelli þess að við erum að taka fyrir viðauka sem er nauðsynlegt að fara í, að gera slíkt, en við þurfum öll að setja gleraugun þannig á okkur að sé að ræða samþykkt, fjármála samþykkt og það sem ekki er innan samþykktra fjárhagsáætlunar er þar af leiðandi ekki samþykkt og hugsa þetta svolítið þannig og við öll sem kerfi, bæði kjörnir fulltrúar, nefndamenn og starfsmenn þurfum að einhenda okkur í þá og það við ættum að geta gert minna því en verða þó ekki svo stífa þegar að óveður skellur á og við viljum styðja björgunarsveitina eða þegar að NPA-samningar þar sem greiðslur koma á móti koma upp að þá getum við brugðist við því. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Sem fleiri ekki hvað sé hljóð þess að geta samþykkt þennan viðauka gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það.